eins og Oksanen bendir á í þessari bók, þá þessi bók til dæmis í rauninni ólögleg í Rússlandi. Ég heiti Erla og ég þýðandi og ég hef meðal annars þýtt núna 2 bækur eftir Sophie Oksanen sem finnskur höfundur. Hún fædd 1977 í Finnlandi, ólst upp í Finnlandi, en mamma hennar frá Íslandi. Og það sést í verkum hennar að hún hefur alltaf haft sterka áherslu á Austur-Evrópu og svona þetta sjónarhorn sem hún ólst upp við að búa í Finnlandi og heimsækja Ísland sem þá var í Sovétríkjunum. Kemur mjög sterkt í gegn. En þessi bók ekki skáldsaga, heldur eiginlega svona essaya. Og í rauninni kom þannig til að hún hélt ávarp í Sænsku akademíunni, bara mjög stuttu eftir að Úkraína réðist þarna Rússland réðist inn í Úkraínu 2022. Og þá flytur hún ávarp bara Rússland, Úkraínu, Pútín og þetta ástand og var síðan í rauninni beðin að skrifa meira upp úr því og bara gera það jafnvel að bók sem hún gerði síðan árið eftir. Þessi bók kemur út í Finnlandi haustið 2023 og heitir Í sama strauminn, stríð Pútíns gegn konum og eins og, heyrum á titlinum þá líka mjög rík áhersla á stöðu kvenna í þessu stríði en það í rauninni meira undir heldur en Úkraína í dag af því að hún að fara út í bara sögu Sovétríkjanna líka í fortíðinni og hvernig í rauninni hernám og bara ofríki Sovétríkjanna gagnvart þeim löndum sem voru einnig með Sovétríkin, hvernig það var eitthvað sem kannski hennar mati var aldrei gert upp að Pútín segir rauninni bara að fara eftir sömu handbókinni og gera það sama og leiðtogar Sovétríkjanna á sínu tíma gerðu, meðal annars í Íslandi sem hún átti það ekki til í og fleiri löndum. Og eins og Oksanen bendir á í þessari bók, þá þessi bók til dæmis í rauninni ólögleg í Rússlandi. Hún myndi aldrei koma út í Rússlandi og ef höfundurinn heimsækti Rússland þá gæti hún bara lent í miklum vandræðum. Forlagið